Góða kvöldið og verið velkomin á annað bókakonfekt ársins. Rosa gaman að sjá ykkur svona mörg hérna. Ég er farin að þekkja mörg andlit, þið eru mörg hérna fastagestir, en fyrir ykkur fáir sem að ekki hafa komið áður, þá ætla ég að fara með sömu rulluna. Það eru hérna drykkir í boði og konfekt. Klósettin eru alveg hinum megin í búðinni og við ætlum að taka hlé fyrir miðju, þannig að þið getið bæði nýtt ykkur veitinga og salernis aðstöðuna. Við erum hérna með 8 dásamlega höfunda sem ætla að lesa upp úr bókum sem allar komu út á árinu. Og þau eru hér flest, það er undir einn staðgengill, ég kem að því aftur betur seinna. En þau ætla að árita líka bækur fyrir ykkur sem viljið og þær eru allar á tilboði og hér er svona þannig breidd, myndi ég segja, í kvöld að þið getið keypt jólagjöf fyrir alla sem þið þekkið. Hvet ykkur til þess. En það er Sigrún Eldjárn sem ætlar að byrja að lesa fyrir okkur upp úr barnabók sem heitir Torf, grjót og burnirót. Gjörðu svo vel, Sigrún. Góða kvöldið, gaman að sjá ykkur. Já, ég ætla að ríða á vaðið og er með þessa bók sem er mikið torf en líka grjót og burnirót. Og ég er eiginlega að hugsa að lesa ekki beinlínis úr henni, heldur svona að segja svolítið frá til urð hennar og já, rekja aðeins hvað þetta er. Sko, þetta er byggingu torfbæja. Og hugsanlega er það vegna þess að ég er nú alin upp á Þjóðminjasafninu, átti heima þar. Alveg frá því að ég fæddist og þar til ég var 14 ára og var þessna skottaðist innan forngripi og peysufattakonur sem voru að gæta forngripana. Og við byggum sérst í Þjóðminjasafninu því faðir minn var þjóðminjavörður og þetta var þannig þá. Er náttúrulega ekki lengur svoleiðis. Og svo voru sumrin, þegar fóru svona ferðalög á sumrin, þá var það nú, sko, pabbi minn var ekki í sumarfrí á þessum ferðalögum. Hann var í vinnunni, þannig að við stoppuðum í öllum gömlum sveitakirkjum og burstabæjum sem voru nú miklu fleiri þá heldur en núna. Og húsatóttir og allt þannig að þetta svona síast inn í mig. Og hefur reynda verið í mörgum af bókunum mínum. Í þeirri fyrstu sem kom út fyrir 45 árum, þar er burstabær líka og kona í peysufötum. En svona var þetta nú með mína æsku, svona bergmálar svolítið í borðinu hérna. En svo náttúrulega bættist það við að löngu seinna, þá eignaðist ég eiginmann sem heitir Hjörleifur og er arkitekt og hann er sérfræðingur í gömlum húsum og það er á meðal torfbæjum. Þannig að þetta einhvern veginn hlaut að koma að því að ég skrifaði torfbæ. Og það hefur sem sagt gerst, hérna er þetta komið. Og þetta er saga 2 systkini sem heita Ormur og Una og þau eru hjá afa sínum og ömmu. Og þau rekast þar á mynd í ljósmynd í gömlu albúmi af langa afa sínum og ömmu. Og á bak við þetta fólk er skrítið hús sem þau fara að spyrja út í. Þeim finnst húsið vera búið til grasi og steinum og spýtum og halda kannski að þessi forfeður þeirra og móðir hafi verið álfar eða dvergar. Og þá fara afinn og amman að útskýra þetta fyrir þeim og segja þeim að Íslendingar hafi búið í svona torfbæjum. Og þau setjast við borð og fara að teikna burstabæji. Ég held að geti vel verið að sé ennþá þannig ef börn eru beðin að teikna sveitabæ, að þú teiknaði svona bæ. Ég er ekki alveg viss, en fyrir svona 10 árum þá var það svoleiðis og þau höfðu kannski ekki einu sinni séð svona bæ. En svo verður þetta þannig hjá þessu fólki að þau ákveða að byggja sér lítinn torfbæ eftir kúnstarinnar reglum. Af því afinn og amman ætluðu hvort sem er að fara að búa sér til sumarhús, stöður upp í sveit, og þau ákveða að hafa það í þessum stíl.
Þannig að þá berst leikurinn eitthvað út á land þar sem er byggðasafn. Þar reisulegur bustabær, minni svolítið á Glaumbæ í Skagafirði, og þar kona sem að þau þekkja, sem heitir Sigga, og hún kann þetta allt saman. Og með hennar aðstoð þá leggja þau í þetta verkefni að hlaða fyrst undirstöður úr grjóti. Skal samt tekið fram að þau voru búin að fá byggingaleyfi og skiptum jarðveg. Eiginlega áður en sagan gerðist. Það er mjög mikilvægt að fá byggingaleyfi áður en maður gerir svona. Og síðan þegar það komin grjóthleðsla, þá fara þau niður í mýri til þess að stinga torf og nota þá torfljá og stunguspaða og undirristuspaða, og það eru myndir af þessu öllu í þessari sögu. Það er mikill fróðleikur í þessu, en það samt þetta bara svona létt og skemmtileg saga með fullt af myndum. Fróðleikurinn bara læðist svona inn með. Og þau fara þarna niður í mýri og rista streng og klömbrunausa og fara með þetta að grjóthleðslunni, og Sigga, hún kennir þeim að hlaða vegginn. Fyrst lagður strengur, síðan koma klömbruhnausar sem halla svona, svo kemur aftur strengur og svo klömbruhnausar sem halla í þessa átt, og þá séu þau kemur út þetta munstur sem við þekkjum úr svona torfveggjum sem eru vel gerðir. Og svo eftir það þá reisa þau timburgrind innan við torfveggina sem eru síðan klæddir með viði og þakið líka. Og þá eiga þau eftir að stinga enn eina tegund af torfi, og það snidda. Og það svona bogadregin torfa, og hún sett á þakið. Þetta svolítið svona eins og þakskífur, og þá grasið látið snúa upp, og þetta græðir allt saman og það kemur ekki neitt svona munstur eins og í veggjónum. Og þetta ferli allt saman rakið í þessari sögu. Og það má náttúrulega ekki gleyma, nú ég búin að nefna bæði torfið og grjótið, en það má ekki gleyma burnirótinni, því hún mjög mikilvæg ef maður ætlar að byggja sig svona bæ. Því að það gömul trú að ef maður kemur fyrir burnirót í veggnum, þá mun aldrei kvikna í húsinu. Þannig að munið þetta þegar þið leggið í þetta. Og ég held að þessi bók sé bara mjög fróðleg fyrir ekki bara börnin, heldur líka foreldrana og afana og ömmurnar, sem held ég svona mikilvægasta fólkið og svona markhópur. Það eru þau sem kaupa bækur fyrir börnin, held ég. Þannig að, og svo, já, ég búin að segja að það fullt af myndum, og ég les sem sagt ekkert úr bókinni, heldur bara sýningur hana og segja ykkur þetta. Og takk fyrir mig. Kæra þakkir, Sigrún. Næst ætlum við sannarlega að snúa okkur að allt öðru, því að það Margrét Höskuldsdóttir sem ætlar að lesa fyrir okkur upp úr Lokaraugum bláum, sem svona Vestfjarðakrimmi, mjög ólíkt, en gjörðu svo vel, Margrét. Góða kvöldið, gaman að sjá ykkur hérna. Já, það sannarlega skörp skil hér núna að fara úr yndislegu bókarmenna Sigrúnar í draugalega glæpasögu. Þannig að við svona vendum okkar kvæði í kross. Ég ætlaði að kynna þessa bók fyrir ykkur. Hún heitir Lokaraugum bláum. Titillinn kemur úr Vökuró eftir Jakobínu Sigurðardóttur. Og mér finnst það svona ramma ágætlega inn stemninguna sem ég að reyna að ná fram í þessari bók. Hún kom út í október og sjálfstætt framhald af bókinni minni Í djúpinu sem kom út í september í fyrra. Og hér erum við að fylgjast með rannsóknarlögregluteyminu Bergi og Rögnu. Ragna átti sviðsljósið í fyrri bókinni, en hérna ætlum við að leyfa Bergi að vera í sviðsljósinu.
Hann brendi aðeins af í lok síðustu bókar í einkalífinu og að honum finnst í starfi. Þannig að hann eiginlega svona innan gæsalappa flýr vestur. Hann fer vestur til að sleikja sárin og hann þaðan og pappans býr á Flateyri og já, hann fær tímabundið starf hjá rannsóknarlögreglunni. Nei, fyrirgefðu, það víst ekki rannsóknarlögreglu á Ísafirði, en lögreglun á Ísafirði. Og svona að reyna að ákveða sig hvað hann vill gera. Og í miðjum þeim pælingum hjá honum þá kemur inn á borð hjá lögreglunni mál þar sem að 2 ungir kajakræðarar hverfa. Þeir höfðu róið út af laxeldiskvíum í Dýrafirði. Það eru víst nokkrar í Dýrafirðinum þar, en við ætlum ekki að ræða endilega laxeldi hér. En þeir eru sem sagt með einhvern ákveðin tilgang og hverfa sporlaust, þessir ungu menn. Lögreglan fer að rannsaka málið og þetta virðist ekki alltaf vera eins einfalt og þeir halda og vona, þannig að það þarf að kalla eftir sérfræðingum á sunnan og þaðan kemur þá Ragna, þannig að þau fá tækifæri til að vinna aftur saman. Og já, þannig að við erum svona að fylgjast með þeim, en á sama tíma líka ungt par að reyna að byggja sér upp fjölskylduheimili, finna ró í fallegum firði eftir ógæfisöm ár í höfuðborginni. Þau hafði ekki tekið endilega alltaf réttar ákvarðanir og vonast til þess að geta fundið frið og ró í fallegu gömlu húsi sem þarf ást og umhyggju. En það sem þau vita ekki að húsið á sér frekar nöturlega sögu og á meðan hann, sem sagt maðurinn í sambandinu, hann vinnur í laxeldinu, þá ætlar konan, Elena, að einbeita sér að gera húsið að heimili, það þarf aðeins að hlúa að því. Og henni fer svona oftar að finnast eins og hún sé bara alls ekkert ein þegar hún ætti að vera ein og kemst svona, já, hugsanlega að því hver sagan Þetta glæpasaga, en hún með draugalegu ívafi. Mér finnst mjög gaman að fletta svoleiðis inn í bækurnar mínar, þrátt fyrir að vera hinn mesta kveif sjálf. En það kannski málið, bækur mega hræða mann og maður upplifir margt í þeim sem að maður væri svo sannarlega ekki til að upplifa sjálfur. Ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna formálan og stökkva bara beint inn í það. Fuglasöngur barst inn opinn eldhúsgluggann og myndi á að upp væri runnin fegursti tími ársins. Fyrir innan var þó lítið sem myndi á bjarta og gleðiríka daga. Eldhúsið var skuggsælt og óþef lagði frá eldhúsvaskinum. Skítugt leirtauið lá þar eins og hráviði og beið eftir að vera vaskað upp. Það hafði þegar beðið í nokkra daga. Suðið í fiskiflugunum og droparnir sem fjallu ofan í vaskinn blönduðust lágværu söngli frá konunni sem sat við eldhúsborðið og horfði óræðum augum framfyrir sig. Hún endurtók sömu runu aftur og aftur í þungum hrynjanda. Vísifingur hægri handar krafsaði ofan í dúkinn á borðinu, sama hreyfingin aftur og aftur. Skyndilega hrökk hún við, líkt og henni hefði verið útýst úr þeim veruleika sem hún hafði horfið inn í. Hún skotraði augunum í allar áttir til að átta sig á því hvar hún væri stödd. Loks lentu þau á barninu sem sat gegnt henni við eldhúsborðið og hrærði áhugalaust í grautarklessunni á matardisknum. Viltu ekki meira, skinni mitt? Konan strauk hárið frá andlitinu og moldugir fingurnir skildu eftir kám á enni hennar. Þú verður að borða meira ef þú ætlar að stækka. Reykgult bros fylgdi orðunum og augnatillit hennar staldraði við stund á barninu. En svo hvarflaði hún augunum að eldhúsglugganum. Glugginn var fullur af krukkum með þurrkuðum jurtum. Á handskrifuðum miðum hafði hún párað innihald hverrar krukku. Drengurinn fylgdi augum móður sinnar eftir. Svipur hans var í senn tómlegur og varkár. Droparnir héldu áfram að drjúpa á vatnsyfirborðinu og flugurnar að suða. Fyrir utan eldhúsgluggann bærðust lauf birkitrána sem hafði verið gróðursett þegar húsið var byggt. Þú veist að mamma þurfti að gera þetta. Hún leit aftur á drenginn og í þetta sinn voru augu hennar árvökul, eins og vitund hennar hefði rétt í þessu mætt á svæðið. Hann kinkaði kolli hægt og sneri sér að grautnum,
hrærði í honum að meiri ákaf en áður. Konan hélt áfram og teygði nú höndina yfir borðið í tilraun til að ná í hönd drengsins. Það betra að þið séu saman. Þú skilur það, skinnið mitt. Eða það ekki, það betra að við séum öll saman. Skítug hönd hennar hafði náð yfir borðið, en drengurinn kippti að sér höndunum og setti þar undir lærin, faldi þar svo það væri ekki hægt að ná í þar. Eitt augnablik að verki og finna sér verkefni og einbeita sér að verkefni hennar sem að vinna að endurbótum. Dyrnar að kjallaranum voru læstar með hengilás og eftir nokkra tilraunum með lyklunum frá Leifi gat hún opnað. Lyktin sem tók á mótinni þegar hún opnaði hafði lítið breyst síðan hún var þarna síðast. Elena teygði höndina í áttina að ljósrofunum sem hún vissi að var rétt fyrir innan dyrnar. Fannst einhvern veginn öruggara að það væri kveikt þegar hún steig inn fyrir þröskuldinn. Leið og hún hugsaði þetta brost hún að sjálfu sér. Hún var ekki vön að vera kveif og hvað ætti hún svo sem að óttast hábjartan daginn á eigin heimili. Geymslan var sæmilega stór en gluggalaus og lágt til loft eins og gjarnan átti við kjallara. Elena leiti við draslið sem hafði safnast upp í gegnum árin í leit að garðverkfærum. Hún hafði eiginlega óskað þess að þau myndi blasa við henni leið og hún stígi inn í geymsluna. En það eina sem blasti við var gamla túbusjónvarpið sem stóð ofan á lúinni kommóðu. Ef verkfærin væri til, þá var djúpt á þeim. Hún gekk lengra inn í geymsluna, fegin ljóstýrunni sem rússaperan sendi frá sér og dagsbirtunni sem smaug inn opnar dyrnar. Eftir að hafa fært nokkra hluti til fann hún það sem hún leitaði að. Á bak við morkinn poka af mold stóð plastfata og ofan í henni var lítill haki og einhver verkfæri sem hún þekkti ekki nafnið á. Vísast voru þau hugsuð til þess að rífa upp arfa í blómabeðum. Ánað með fundinn sneri hún sig við og ætlaði að flýta sér út í birtuna, en kommóðan kallaði á hana og hún ákvaði að kíkja ofan í hana. Kannski leyndust þar einhverjir gamlir gripir sem hægt var að nostra við og gefa hlutverk í húsinu. Efsta skúffan stóð á sér, líklegast hafði viðurinn í kommóðunni þrútnað í rakanum þarna niðri. Elena kippti harkalega í hana og náði að opna til hálfs. Skúffan var full af barnafötum og efst lá lítill bangsi. Hann hafði sjálfsagt einhvern tímann verið krúttlegur en nú var lítið eftir af sjarmanum. Efnið var slitið, sérstaklega fremst á annarri hendinni og annað augað vantaði. Elena fann hvernig hrollurinn skreið af stað. Hann byrjaði neðarlega á bakinu, skreið upp eftir hryggjasúlunni og læddist svo eftir framhandleggjónum. Hún ýtti skúffunni aftur í sömu mund og það dimmdi inn í geymslunni. Dyrnar höfðu lokast. Lágt óp slapp frá Elenu. Hún flýtti sér að útganginum og herti takið á verkfærunum sem hún hafði gripið með sér. Hún ætlaði ekki að þurfa að sækja þau aftur inn. Takk fyrir mig. Margrét. Næst ætlum við að fá að heyra upp úr dúkkuverksmiðinni sem kom út hér í vor, bók eftir Júlíu Margréti Einarsdóttur. Júlía því miður fyrir okkur, ekki fyrir hana sjálfa, í París. En við erum svo heppin að hún sendi staðgengil, þannig að Jafet Máni Magnússon ætlar að lesa fyrir okkur upp úr bókinni. Gjörðu svo vel, Jafet. Góða kvöldið. Já, Júlía bað mig að koma sem að hún stödd í París að skrifa nýja bók og drekka sjabli eins og hún sendi mér í morgun. Og sjá, þetta helst ekki. Þetta fínt svona? Já. Ég ætla að lesa fyrir ykkur fyrsta kafla úr dúkkuverksmiðjunni. Hann var dauður þegar hann fannst í fjörunni. Margrét Hrafnlilja tekur hann varlega úr frosturkaranum og virðir hann fyrir sér. Stjarfan í plastpoka. Mikið sem fuglinn snotur svona dásamlega líflaus. Laus við lungu, hjarta, augu,
en goggurinn heillegur, klærnar hvassar og hann í tignarlegri stellingu, þeirri sem hún færða ný áður en hann var settur í þurrk, tilbúin í næsta skref að verða eilífur. Margrét eða Milla, eins og hann er kölluð, sest með gripinn við eikarborð við gluggann í rúmgóðri borðstofunni. Sítt svart hárið vefur hún upp í hnút, setur upp lesglerugu og rýnir einbeitt á fuglinn. Strýkur glansandi fjaðrir með löngum píanófingrum, dáleitt af fegurð dauðans. Það er frostkalt úti, skýjað og grámiklulegt. Máar sveima gargandi yfir görðum í leita æti, eins og þeir séu statistar í kvikmynd eftir Hitchcock. Tattúveraðir tappar norpa í kuldanum og fá sér sígarettu fyrir utan blokkina á móti. Oft eru blikkandi lögguljós þar fyrir utan á nóttunni og margir hafa verið leiddir þaðan út spariklæddir í járnum eftir slagsmál í partíum. Milla þolir illa öskrin og sýrinuvælið, en ífrjálsir töffararnir geta hlegið að þessu í dag. Löggan er farin. Þeir faðmast kumpánlega og sparka í staura. Best að drífa sig af stað heim að segja sorry við kettlinguna og fara með henni í jólagjafaleiðangur í Kringluna. Á þessum ástíma er tímabundi hægt að gleyma og fyrirgefa, róta í sálrænum haug af biturð og eigingirni, finna smá skammt af þakklæti. Þú sem þetta lest þekkir eflaust þessa ofstækisfullu gleði sem grípur sig hjá einfeldningnum þegar aðventa nálgast. Kannski þolir hann ekki, kannski er þetta ekki þinn tími. Það er auðvelt fyrir suma að hafa gaman af mömmum sem kissa jólasvein, en ekki endilega þá sem nýverið hafa mist ástvinn eða séð á eftir mannesku sem þeir áttu í óútkleðum útistöðum við. Þeir hata þessa innantómu gleði og skil ekki hvernig kóklestinn voga sér að þræða götu borgarinnar eða nágranninn skammi sín ekki einu sinni smá fyrir að skreita garðinn með plastjólasveinum og aggressíft blikkandi jólaserjum. Þetta er jú sá tími sem flesti keyra fullir, tína jólagjöfum, berja maka sinn og verða einmana. Bíðum við, nú er eitthvað að gerast. Harmoníku tónlist best inn til Millu og íbúðinni fyrir ofan og hún lítur í átt að margarma ljósakrónu sem víbrar örlítið með tónunum. Hún stendur upp, hreyfir sig mjúklega í takt við tónlistina, alla leiðin í eldhús þar sem kássan bull síður í steypijárspottinum og kryddilmurinn fyllir loftið. Tekur pokann utan á ódýru hvítlauksbrauði sem hún veiðir upp úr sama fristi og krumminn dvaldi í. Leggur það miðja grind í bakarófnum. Losar tappa af bjórflösku með kveikjara, fær sér gúlsopa og hugsar heim í fjörðinn sinn. Það er betra að klára verkið svolítið hífuð, en bara rétt nóg til að tónlistinn frá hæðinni fyrir ofan verði sannari, fegurðin skýrari, andinn frjálsari. Ómöguleikinn hverfi í tímabundna móðu. Í eldhúsglugganum sem vísar að bakgarðinum logar aðventuljós. Það blasir við ryðgaða reiðhjólið sem hún gleymir alltaf að taka inn, einmannalegar þvottasnúrur og gaddfriðið rabarbarabeð. Hún hugsar til þess með nokkri tilhlökkun að þar spretti aftur rabarbarastilkar upp úr moldinni svo hún geti slitið á upp og sulta með móður sinni og móðursystur fyrir vestan í sumarheimsókninni. Vínandinn þeysir æðarnar með harmoníkutónunum, tengið saman taugabóð og himinskaut. Hugurinn hvarflar til fyrrverandi nágranna sem lék gjarnan harmoníkutónlist á einmitt svona stilltum vetradögum þegar hún var barn, þegar brennivínið var teygað í litlu húsinu í snarbrattri hlíðinni, því eina sem var ekki jólaskreitt í bænum. En hann hafði vínið sem gerði honum kleift að gleyma eftirsjá og sorgum, einmannaleika sem hann hafði samt fyrir löngu sætt sig við. Þessi nágranni vildi hvað sem var ekki félagsskap neins, ekki lengur, nema stundum hljóðfærisins. Harmoníkan hefur þessi áhrif. Minni Millu á veröld sem er svo fjarri en verður ljóslifandi þegar hún hlýðir á tónana. Ótrúlegt hvað einfaldir hlutir, tónar og beljandi nikku geta vakið mikil hughrif. Margar góðar sögur amma sagði mér. Sjálf hafði hún reyndar aldrei átt neina ömmu. En hvað það? Milla hrekkur upp úr hugsunum sínum. Þarf að nýta tímann og klára verkið áður en maturinn er tilbúinn.
Hún sækir lítinn fjársjóðskistil í skápinn í borðstofunni og leggur lefúdiskan á borð. 2 sett af sparihnífapörum með gyllingunni. Kveikir á rauðum kertum í gylltum kertastjaka. Kistilinn setur hún við hinn borðsendan. Í honum geymir hún nálar og tvinna og pínulítil augu úr gleri sem hún notar við svona tilefni. Hún sest niður hjá kistlinum með bjórflöskuna. Hnífapör og diskar bíða óhreyfð í eftirvæntingu, hinum megin eftir mikilvægum fundi sem brátt á að hefjast. Augnarhrúan gónir á hana upp úr kistlinum. Það er svo augun búi yfir leyndardómi. Milla rótar í þeim bláum, grænum, gulum og brúnum. Virðir gaumgæfilega fyrir sér hrúuna sem hún hafði fundið mörgum árum fyrr í dúkkuverksmiðjunni á Salteyri. Hún velur eitt auga úr kistlinum, ísblátt eins og hennar eigin, og ber lím á baklið þess með tónnatæki. Þrýstir auguna á höfuð fuglsins fyrir ofan gogginn af mikilli nákvæmni. Nú er hann orðinn ansi reffilegur, daufur vissulega. Augsvipur uppstoppaðar hrafnsins er hlýlegur en ásakandi, eins og hans var oft forðum þegar honum fannst hún ekki hleypa sér nærri. Tónlistin þagnar, klukkan er orðin 7 og nú verða sagðar fréttir. Hún þarf að lækka undir kássunni. Vonandi brennur brauðið ekki við. Ódýr hvítuslykt fyllir eldhúsið. Hún ókyrrist, fóturinn yðar ósjálfrátt. Hann ætlaði að vera kominn klukkan 7, hugsar hún og stillir helluna á 3. Setur lok á pottinn. Það er ólíkt honum að vera seinn. Vonandi kemur hann. Hún hækkar í útvarpinu. Klukkan er 7 og nú verða sagðar fréttir. Tilkynning barst frá almannavörnum rétt í þessu snjóflóð sem fjall úr Eyrartindi niður að Salteyri fyrir skemmstu. Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út, sjúkrabílar sendir frá Ísafirði og aðgerðarstjórn hefur verið virkjuð. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir að ekki sé vitað hvort einhver hafi orðið fyrir flóðinu. Ljóst er að skemmdir á mannvirkjum og óttast að manntjón hafi orðið. Manntjón hafi orðið. Manntjón hafi orðið. Manntjón hafi orðið. Það er sem tíminn standi í stað. Millu sundlar. Hún grípur andan á lofti, hjarta tekur á rás og stundir eins og hún sé að hrapa. Hafi ekkert til að grípa í. Myndir og minningar þjóta möndul sinn á ógnarhraða og hverfast hugan. Mamma. Milla rífur upp símann og velur skjálfhent númer móður sinnar. Við tekur sónn. Eilífur sónn. Dut, dut, dut. Ekkert svar. Mamma. Mamma. Kannski lá hún bjargarlaus undir snjónum núna. Kannski hafði hann ruðst inn alla glufur á æskuheimili Millu og jafnað það við jörðu. Dúkkuverksmiðjuna. Dut, dut. Svo hljómaði setning sem aldrei hafði verið eins uggvænleg. Hún sá fyrir sér björgunarmenn í svarta myrkri að grafa eftir mömmunar sem heyrði símann hringja en gat ekki hreyft sig. Augun stirðnuðu hægt og rólega. Sjáöldrin líflaus, frosin eins og á dúkku. Ekkert eftir nema kæfandi þögnin. Ekkert er hræðilegra en sú þögn. Það eina sem er skelfilegra en öskur. Í augnablikinu næst ekki símann. Næst ekki símann. Það næst ekki símann. Það á enginn eftir að svara í þennan síma. Skjálfhent velur Milla símanúmerið aftur. Á línunni hljómar aftur sami einmannalegi endanlegi sónnin. Dut, dut. Milla kreistir aftur augun og andar grunnt á ógnarhraða. Tíminn þeysir stjórnlaus í allar áttir. Í metrar á sekundu sem blása í allar áttir. Dut, bíp. Bjarminn af margleitri jólaserju dansar fjaðrir krumma sem virðist ekki skeita neitt örlög Salteyrar. Hann starir þögull á skapara sinn. Til að þú átti þig á því hvað Margrét hrapallega óttast á þessum tímapunkti að hverfi af yfirborði jarðar þarftu að skilja samfélagið sem hann ólst upp í. Þú skilur Millu ef þú þekkir sögur Salteyrar. Sögu ást, brostna vonir og kramin hjörtu. Sögu baneitra slúður en líka kærleika og samstöðu í litlum smábæ á Vestfjörðum og hrafnin auðvitað, Túlugag. Takk fyrir.
Kæri þakkir, Jafet. Þá ætlar Einar Már Guðmundsson að lesa fyrir okkur upp úr sögunni Allt frá hatti og í skó. Gjörðu svo vel, Einar. Síminn. Það síminn til mín. Hörðu, ég að fara að lesa upp. Hörðu, þetta Allt frá hatti og í skó og það, hún byggir talsvert á sem sé mótunar árunum og tíma mínum í Kaupmannahöfn og þó að fleira komið við sögu en ég og hérna það eru ýmsir heimar þannig í sögunni og einn svona þetta langa hjólaband, samband Íslands og Danmerkur og þetta, ég ætla að lesa aðeins hérna úr kafla sem heitir Var það gott hjónaband? Við eigum okkar ljóð og okkar söngva Íslending í Kaupmannahöfn og mest eru það saknaðar ljóð. Gott dæmi ég bið að heilsa eftir Jónas Hallgrímsson, þjóðskáldið. Margir segja að það sé eitt fallegasta kvæði sem ort hefur verið. Dæmið sjálf. Nú andar suðri sæla vindum þýðum, á sjónum allar bárur smáar rísa og flykkjast heim að fögru landi ísa, að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. Ó, heilsið öllum heima rómi blíðum, hæð og sund í drottins ást og friði, kissið þið bárur bát á fiski miði, blásið þið vindar hlýtt á kinnum fríðum. Vorboðin ljúfi, fuglinn trúr sem fer, með fjæðra bliki háa vega leysu, í sumardal að kveða kvæðin þín. Heilsaðu engum ef að fyrir ber, engil með húfu og rauðan skú í peysu, þröstur minn góður, það stúlkan mín. Þjóðskáldið saknar stúlku heim á Íslandi og biður fuglana að bera henni kveðju sína. Meira en 100 árum seinna, næstum því 150, bað ég flugvélarnar það sama, DC-10 þoturnar, nema ég bað að heilsa öllum upp í Breiðholti, úthverfinu sem ég flutti í þegar ég var unglingur og var þá nýtt hverfi, nýr heimur. Stúlkan mín var hjá mér í Köpen. Ég hafði betri tök á lífinu en Jónas Hallgrímsson að því leitinu. Svo hleypi ég hérna smá og svo kemur Íslendingar. Íslendingar í Kaupmannahöfn. Við höfum brallað margt. Við höfum rannsakað rúnir, ævaforna texta og tungumál sem varla eru til. Við höfum setið í fangelsum, verið hermenn í fjarlægum löndum, skráð sögur og varðveitt minningar annarra. Jón Indíafari var í danska hernum á 17. öld og dvaldi í Kaupmannahöfn og sigldi Austurlönd og skráði niður lýsingar á Kaupmannahöfn og fjarlægum löndum sem engin annar í samtíð hans gerði. Að vera Íslendingur í Kaupmannahöfn, það konsept, en konsept sem enginn skilur nema Íslendingar og kannski Færeyingar og Grænlendingar. Við þessar þjóðir sem höfum verið gestir á heimili hinna gömlu herra, ég þori ekki að segja nýlendu herra, en ýmist gestir eða þegnar, ef svo má segja, í blíðu og stríðu.
Danir sjálfir vita ekki einu sinni hvað er verið að tala, enda þeim lítið kennt samband landanna í skólakerfinu, eða það mér sagt og það hef ég orðið var við á ferðum mínum landið, Danmörku. En það þeirra vandamál, því þetta mikil saga í hugum okkar Íslendinga. Nýlenda víst ónákvæmt hugtak og stjórnskipulega var Ísland aldrei nýlenda heldur svokallað hjáland eða bíland. Við heyrðum undir kónginn en áttum að stjórna okkar málum, auðvitað í samráði við kónginn. Danir fá oftast bara að vita að þessi lönd séu byrði á baki þeirra eða hafi verið það, að þeir borgi með Færeyingum og Grænlendingum og að það hafi verið hálfgerð fórnfýsi að stjórna Íslendingum, sem raunar sé ekki hægt að stjórna. Þessum líka dónum sem aldrei kunna þakka fyrir sig og yfirgefa þig þegar þú ert fangi í stríðsátökum. Þetta, að í dönskum sögubókum sé varla minnst á Ísland, það skrifar rithöfundurinn Pétur Gunnarsson. Þær stundir koma að Íslendingur í Danmörku hlýtur að spyrja sig hvort hann sé skáldskapur, ímyndun. Ísland ekki til í Danmörku. Ég held að ég hafi varla sleppt úr eintaki af pólitíkan síðustu 2 mánuði og fullyrði að Ísland hefur ekki svo mikið sem borið á góma, utan stöku sinnum bregður fyrir smáauglýsingu frá flugleiðum þar sem ferðir til ævintýra eyjunnar eru falboðnar. Pétur Gunnarsson nefnir 2 vegleg sagnfræðirit, dönsk, þar sem Íslands í engu getið, eða svo gott sem, og notar líkingu sem minnir að mörgu leyti á söguna mannin sem var orðinn gamall og hitti fyrrverandi eiginkonu sína eða konuna sem hann hafði eitt sinn verið giftur en þau höfðu skilið. Konan heilsaði manninum og spurði hvort hann myndi ekki eftir sér. Manst ekki eftir mér, segir hún. Nei, hann kom henni ekki fyrir sig. Af hverju átt hann að mun eftir henni? Við vorum gift, segir konan. Var það gott hjónaband, spyr þó maðurinn. Þessi saga eignuð frægum manni sem var komið með elliglöp, en þannig túlkaði Pétur samband Íslands og Danmerkur. Á meðan Íslendingurinn man hvert smáatriði hjónabandsins og ýkir bæði kostina og ókostina, aðalega ókostina, vita Danirnir ekki einu sinni af þessu hjónabandi, vita ekki að þeir voru giftir. Samt voru þeir í sambandi við okkur í 500 ár og má telja það mikla gleymsku að muna ekki eina nótt eða einn dag þegar svo lengi tjaldað. Þá lýkur þessum kafla. Ég ætla að ná einum stuttum í viðbót, eða brot úr kafla. Það kaflinn. Þetta var úr kafla sem heitir Íslendingar í Kaupmannahöfn og í hverjum kafla eru svona 5 kaflar. Þessi var þetta gott hjónaband, svo heitir næsti Søren Ulrik Thomsen og svo ætla ég að lesa úr kafla 7 sem heitir Las Vegas. En það ekki Las Vegas spilaborgin, heldur skemmtistaður sem var við Grensásveg þegar ég var unglingur eða sögumaðurinn og hann ætlar að segja af því að þetta þessi svona breiða mótunar saga, þá vill hann segja frá þessu hér. Þetta byrjaði í kringum 1970, stuttu eftir að ég kynntist Atla B. Jafnvel frekar 71 veturinn. Það var í fyrsta skipti sem ég fekk að reykja marihuana. Þá stóðum við í kuldanum fyrir utan skemmtistæðin Las Vegas við Grensásveg. Inni var dansleikur og hljómsveit að spila. Það var litli matjurtagarðurinn, hljómsveitin sem var að spila. Margir úr henni áttu eftir að láta að sér kveða. Á meðan við stóðum út í kuldanum með áfengisbland í kókflöskum, kom einhver gaur til okkar strákana
og sagði að það væru 2 náungar í næstu götu og þeir væru með maríjúana og ef við færum til þeirra gætum við fengið að reykja. Við flýttum okkur af stað og þegar við komum þangað þá sátu þeir 2 aftur í bláum Chevrolet. Annar hét Stefán og hinn hét Steingrímur Hafsteinn, en var bara kallaður Grímur. Grímur var með vafða sígarett og gaf okkur smók. Við fengum 3 smóka hver og urðum alveg ramskakkir. Allt stækkaði og öll hlutföll urðu skrítin. Okkur fannst heimurinn stórfurðulegur. Hjartað sló hraðar. Mér fannst allir horfa á mig og ég var hræddur. Einhver kall í frakka elti mig og ég flýði upp í strætó. Leið 11 eða leið 12 sem stoppuðu við Grensásveg en keyrðu upp í Breiðholt. Karlinn kom á eftir mér og hrópaði: "Þú ert á eiturlyfjum, stoppi vagninn og hringið á lögregluna." Strætóbílstjórinn snarhamlaði en opnaði leið dyrnar og ég hljóp út. Skömmu seinna hljóp ég eftir hitaveitustokknum sem lá í gegnum smáíbúðahverfið eða bústaðahverfið, þarna fyrir ofan Grensásveginn, en sneri svo við og kom aftur tilbaka þangað sem Las Vegas var. Þar hitti ég vini mína aftur og við komumst inn í Las Vegas. Ég settist í rauðu rósóttan sófa eins og voru í Las Vegas og hló og hló og hló. Það var allt brátt og dökkleitt. Ég róaðist og fannst allt svo fyndið og hló og hló og hló, en vissi ekki að hverju ég var að hlæja. Grímur, sá sem satt með grasið aftur í, varð síðar sýslumaður allt land og mjög óvinsæll og myndi örugglega neita því að hafa setið aftur í Chevrolet við skemmtistaði Las Vegas við Grensásveg og verið að reykja maríjúana og gefa yngri strákum með sér. Hann gaf okkur grasið, hann heimtaði engan pening og við vorum kátastir með það. Við hefðum ekki átt pening til að borga fyrir þetta. Og ef Grímur hefði játað að hann hefði verið að reykja gras með strákum rétt hjá Las Vegas við Grensásveg, þá hefði hann sagt að hann hafi ekki tekið ofan í sig. Hann hefði sagt eins og Bill Clinton: "I didn't inhale." Hann hefði logið til að sleppa, en hann var aldrei spurður þegar hann bauð sig fram í prófkjörum. Hann kolféll í þeim öllum, þó að enginn hefði neitt slíkt á hann. Hann var aldrei orðaður við maríjúana eða nein önnur efni. Grímur átti eftir að verða mjög glískjarn embættismaður, með alls konar snúrur og borða. Svo frægur á því sviði að eitt sinn stoppaði hann bíl á þjóðveginum og bílstjórinn hringdi í lögregluna og sagði að það væri maður í lúðrasveitabúningi fyrir utan bílinn hans sem hefði greinilega mist vitið. En þetta var þá sýslumaðurinn, Grímur sýslumaður, og hann vildi stoppa ökumaðurinn. Grímur sýslumaður elskaði búninga. Hann hefði getað verið í ítalska flughernum og lent í átökum við pikkalóin á Hótel Borg eins og í sögunni frægu eftir Halldór Laxness, ósigur ítalska loftflotans í Reykjavík 1933, sem fjalla meðal annars það að Íslendingar hafa aldrei skilið búninga, hversu skrautlegir sem þeir hafa verið. Gröfumenn og verktakar hötuðu Grím sýslumann því hann var alltaf að gera hjá þeim lögtak og einn þeirra hét líka Grímur, Grímur gröfumaður. Þeir voru nafnar, nema Grímur gröfumaður hét bara Grímur, ekki Steingrímur eins og Grímur sýslumaður. Eftir að hann fékk hjartaáfall á bílaplaninu fyrir utan læknamiðstöðin í Kópavogi, að Grímur sýslumaður væri á vegum djöfulsins. Grímur gröfumaður var fluttur inn í læknamiðstöðina og svo ræstur í gang með alls konar stuðtækjum og tólum. Hann sagðist hafa dáið og farið niður til andskotans og á biðstofunni hjá honum, sem sé yfir andýrinu hjá andskotanum, hékk mynd af Grími sýslumanni. Eða það sagði Grímur gröfumaður. Gaurinn sem átti Las Vegas, staðinn með diskotekjunu og unglingadansleikjunum, var feitur heildsali, sumir sögðu feitasti heildsali í heimi. Svona var talað þá, ég veit ekki hvernig þetta væri orðað núna, nema bara hvað þessi heildsali, hann Jói Brím,
Johan Bream, hét hann fullu nafni, hann fór oft til Las Vegas og elskaði borgina því að auðvitað var ekkert þarna við Grensásveginn sem myndi á borg spilavítana, ekki nema þá einhver peningakassi frá Rauða krossinum. Sá peningakassi var í sjoppu með pulsum og samlokum þar sem bifvélavirkjar í kámugum samfestingum fengu sér bita í hádeginu og svangir strákar úr Breiðholtinu biðu eftir strætó en höfðu ekki efni á pulsu eða samloku og biðu bara eftir að komast heim í matinn hjá mömmu. Takk kærlega, Einar Már. Við viljum taka stutt hlé núna og komum svo aftur og heyrum í 4 skáldum til viðbótar. Takk.
hlýða á upplestur aftur. Ég stend bara hér og spjalla á meðan við tínumst aðeins hérna tilbaka í sætin okkar. Mér vantar enn einhverja höfunda. Ég auglýsi hér með eftir þeim. Grípið ykkur konfektmóla í lófann og fáið ykkur sæti. Þegar við vorum að ræða það einhvern tímann hérna daginn hvaða svona þræðir væru í útgáfunni hjá okkur, hver þemun væru, þá kom það okkur á óvart að kajak kom þar inn. Það var svona einhvern veginn kajak sem kom sterkt við sögu í nokkrum bókum. Það var með þess að tveimur, þið eru búin að heyra í Margréti hér í kvöld tala horfna kajakræðara. Nú komið að því að heyra seinni kajakbók kvöldsins, sem þó ekki kajakbók, alls ekki. Nína Ólafsdóttir hérna, hún ætlar að lesa fyrir okkur. Þetta fyrsta skáldsagan hennar. Og það eru ennþá til nokkur eintök af henni hérna í búðinni, en hún búin hjá okkur í útgáfunni samt. Hún verður prentuð aftur, eða það verið að prenta hann aftur, en hún sem sagt hefur selst svo gífurlega vel að ég hvet ykkur til að ná ykkur í eintak hér. Þær eru samt til svona hér og þar í bókabúðum ennþá, en ég hvet ykkur til þess að ná ykkur í eintak ef þið eigið eftir. Og sama gildur hinna bækurnar. Þær eru hérna á tilboði í kvöld og höfundarnir eru alltaf árita. Það var svo gaman að gefa árita bók í jólagjöf til dæmis. Allavega, Nína, gjörðu svo vel, kom til að lesta fyrir okkur. Hæ, gaman að sjá ykkur. Takk fyrir að koma. Þúsundvört á jörðu. Þetta saga konu sem elst upp á heimskautasvæði og við komum til hennar þar sem hún að draga fram lífið ásamt hundinu sínum án flestra nútíma þæginda og það verður fljótt ljóst að það eitthvað mikið sem hefur átt sér stað í þeirra lífi. Og þetta svona bara upphafið af eiginlega ævintýralegu ferðalagi þessara félaga. Þessi þau leið okkur yfir bara stóran hluta jarðar, mætti segja. En við hefjum þessa ferðana í heimskautalandi og ég var að lesa bara einn úr upphafinu aðeins til að gefa tóninn. Oftast voru þau of upptökin af raunum hversdagsins til að dvelja of lengi við stóra þanga. Gaulandi maginn átti alla athyglina. Manneskjan horfði tilbaka áður en þau röltu af stað. Skálinn var almyrkvaður, aldrei aftur bæja ljós, en stöku stjarna blikaði ennþá í morgunsárinu. Smám saman brá dagrenning birtu á landslagið. Að baki þeim rann jökullinn til sjávar og snæviþaktar þúfur vörpuðu löngum skuggum undir fanghvítum fjallshlíðum. Manneskjan gekk þennan svarthvíta heim í skærleitum dúnjakka og með rauða púlku í eftirdragi. Á eftir henni töltu hundurinn í nokkuð hófsamari litbrigðum. Og svo ætla ég að fletta bara aðeins lengra. En við erum bara ennþá á túndrunni og þau eru bara sífellt í leit sinni að annarri mannesku. En svona inn á milli þá heimsækir Anna sitt fyrra líf í gegnum minningar og stöðugt að hugsa til horfins ástmanns og fjölskyldu sinnar sem hún hefur tapað. Fyrst sinn fór mikill tími í árangurslausa leit. Vonin dró hana áfram. Hún sneri ítrekað aftur í byggðina, lagði á sig langa ferð suður með ströndinni. Stundum rambaði hún á tjöld á leiðinni. Yfirleitt voru þau beygð og brotin, innviðir þeirra dreifður melinn og engin leið að vita hversu lengi þau höfðu verið hana. Sjaldnast hafði hún hugrekki til að líta inn. Ísinn var sífellt ótraustari eftir því sem þau komu sunnar og þau fetuðu varlega yfir svellið. Á stöku stað náði landi fram í sjó
og blíðar öldur teygðu sig upp í snævilægða fjöruna. Hundurinn hljóp í far þeirra og sleikti saltið, spor hans mörku daufbláu ljósi lífljómandi vera sem hafði skólað á land. Allt kring voru sár eftir bráðnandi jökla, för eftir sporða horfinna skriðjökla. Þegar undirlendi breiddi úr sér, settu kunnulegir hólar og grettistök svip sinn á landið og innan skams glitti í litrík húsin. Hún kastaði mæðinni og norpaði dálitla stund. Rifur birtust í tóminu, óreiðukennt slitur af fyrra lífi komu til hennar og það skein inn í annan heim, þar sem fólk gekk enn göturnar og kaffiilmur fyllti stofurnar. Hún gekk inn í bæinn. Við veginn stóð bensínlaust fjórhjól. Hún virti fyrir sér yfirgefin húsin og rúðurnar sumar brotnar en aðrar mattar á frosti. Málningin var flögnuð á hvítum gluggakörmunum og þau húsi stóðu lægra voru grafin í snjó. Framundan glitti í græna húsið. Í hverri vitjun var það farið að halla meira, sífreyrin undir sífellt að þynnast. Arnak steig upp á pallinn við bakdyrnar. Þær stóðu opnar í hálfa gátt og það hafði fendin á gólfið. Hún klofaði yfir skaflinn. Fyrir utan saggalyktina var allt eins og þau höfðu skilið við það. Bláa úlpan hans pabba hékk hann á snaganum bak við hurðina. Hún gekk inn og sá að eldavélin var á sínum stað. 2 bollar stóðu óþvegnir við vaskinn. Þar við hliðina var kaffikannan ennþá til þjónustu reiðubúin. Á hillunni voru staflar af bókum, skáldsögur og gamla námsbækur, bækur sem öðluðust nýtt vægi þegar sjónvarpið og internetið var farið. Hún hafði lesið hverja og eina þeirra spjaldan á milli þegar hún nefndi henni að burðast með bækur, einu tengingu hennar við umheiminn og hún kunni suma kaflana utan að. Hún tók upp mynd af mömmu sem var á hillunni þar sem hún horsaði bróður hennar barnungum á hné. Litirnir höfðu dofnað og með árunum hafði myndin horfið rykfallin í bakgrunnin eins og gamalt húsgagn sem maður hættir að taka eftir. Í þessum einmannalegu heimsóknum sá Arnak myndina í nýju ljósi. Það rann upp fyrir henni að hún var sjálfur en eldri en mamma var á myndinni. Hún settist á sófann með myndin í hendi og rifjaði upp minningu frá þessu gólfi. Stelpuskott í rauðum kjól með stjörnuspöng á höfði. Tilefnið var gleymt, en mamma hló og sneri henni í hringi. Arnak gekk áfram inn í húsið og gægðist inn í gamla herbergið sitt. Mjói beddinn stóð við dyrnar og rúmið hennar ömmu var í horninu. Á vinstri hönd var gangurinn sem leiddi að útidyrahurðinni. Hún rifjaði upp þegar Inúk kom fyrst hingað inn. Þá var hún bara hnáta og átti að vera sofnuð, en umgangurinn frammi vakti forvitni hennar. Hún fór hljóðlega fram úr rúminu og gægðist fram á ganginn, fylgdist með úr rökkrinu í herberginu. Hún sá að hann beið í forstofuna og meðan bróðir hennar hafði skotist inn. Hann hallaði sér upp á veggnum með hendurnar í vösunum. Dreymandi augu hans störðu upp í loftið. Henni fannst hann svo fallegur og hún naut þess að geta fylgst með honum á þess að þurfa að stelast. Hún reyndi alltaf að láta eins og hún tæki ekki eftir honum. Skyndilega leit hann í átt að herberginu og Arnak hrökk í kút. Þau horfðust í augu dálitla stund í gegnum rifuna milli stafs og hurðar. Þar til hann ýtti sér frá veggnum og læddist niður ganginn. Hann stóð fyrir utan gættina og stækkaði bilið. Arnak þorði hvorki að hreyfa legni lið og svona stóðu þau dálitla stund og hlustuðu á andartátt hvors annars. Hann hallaði sér fram og hún lokaði augunum og hrapaði inn í lítinn koss sem átti eftir að vara í ár og aldir. Þegar þau heyrðu bróður hennar nálgast sleppti hann vörum hennar og bakkaði út ganginn. Arnak horfði út af hurðinni. Hún fann ennþá fyrir kossinum þar sem hún stóð og rifjaði þetta upp. Skömmu síðar hafði bróður hennar birst og þeir vinirnir horfið saman út í nóttina. Hún elti minningu þeirra út dyrnar. Hljóðláti kristallar sölluðust niður úr himninum. Fortíða skuggarnir voru horfnir út í fjúkið. Hún kom til sjálfrar sín og var aftur ein. Stundum tjaldaði hún á stofugólfinu, skreið inn í tjaldið og kveikt á prímusnum til að verma litla rýmið. Tjaldnótturinn glóði í myrkrinu og lýsti upp rökkur gamalla minninga sem lágu uppsafnaðar eins og ryk í hverju horni. Stundum hangsaði hún í húsinu dögum saman,
gekk hring eftir hringum bæinn, þóttist þeirra fjarlæga hundgá, en hún vissi að hundarnir voru farnir með fólkinu. Stundum birtist glæta á himni og gaf umhverfinu draumkenndan blæ. Þarna væri himnaríki ef allir englarnir væri ekki horfnir á braut. Það kom alltaf að því að hún braut saman teppið á sófanum og skannaði stofuna í hinsta sinn. Gekk svo út og lokaði dyrunum á eftir sér. Framan af snér hún ítrekað aftur í byggðina, en nú var hún eldri en 2 vetur. Núna nægði að standa hér í fjarska og hverfa inn í minningar inn í minningum. Hún horfði suður með ströndinni svo litla stund, en beygði svo sjálf til norðurs. Áfram norður og velti fyrir sér hversu miklu norðar hún þyrfti að halda til að 8-vitin sneri til suðurs á ný. Og ég ætlaði að láta þetta duga. Takk kærlega fyrir að hlusta. Kærar þakkir, Nína. Við ætlum að fara í annars konar heimsendi núna. Þórdís Helgadóttir ætlar að lesa fyrir okkur úr Lausaletri. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Gaman að sjá okkur svona mörg í kvöld. Fá að lesa fyrir ykkur. Þetta er svo sagt skáldsögn mín, Lausaletur, sem ég langar að taka fram að stutt, þótt hún líti ekki út fyrir það. Þetta eru svona stuttir kaflar. Virkar eins og nullungur, en hún stutt og snörp, segir frá vinnuhjónabandi, eiginlega 2 vinnufélögum, sem að sitja eiginlega einir í tómu safni. Það safni er tileinkað prentsögunni og þau eru þarna 2, ein og hafa ekkert að gera vegna þess að engir gestir koma lengur, vegna þess að það hefur skollið á með heimsfaraldri. En hann er ólíkur því sem að við þekkjum. Dularfullur sjúkdómur sem herjar á heilan og taugarnar og hrærir svolítið í minninu og tímaskinninu. Og svo sjálfsögðu svo lögmál frásagnarlistarinnar gera ráð fyrir, þá bara þetta dularfullir gestur nálgast. Og ég ætla ekki að segja ykkur meira, ég ætla bara að lesa hérna nokkur brot úr fyrsta hluta. Við byrjum á endinum. Allt er búið. Allt er búið og þá kemur hvítur köttur inn úr rigningunni. Það er sama hvað á dynur. Prentsafnið opnar dyrnar á slaginu 9 alla morgna frá miðvikudegi til sunnudags. Ljósaserían í portinu lifnar og leggur 100 litla öngla fyrir vegfarendur. Stórt A-laga standskilti birtist á horninu þar sem beygt er inn frá aðalgötunni. Handprentað spjald í sovjaskum stíl sem hvetur alla góða félaga til að hlýða kallinu og koma í heimsókn. Vegvísirinn er skýr. Það er ekki vegna þess að safnið sé torfundið sem þar hefur ekki sést gestur vikum saman. Og það er heldur ekki rigningunni að kenna. Hún hefur ekki staðið nema síðan á mánudag. Rauð múrsteinsbyggingin er fáránlega veðruð, svo ljót að hún hlýtur að vera ekta. Verksmiðjan sem var hérna upprunalega til húsa þjónaði stóru dagblaði. Seinna voru prentaðar þar bækur, dagatöl og ýmislegt fleira áður en starfsemin úreltist að lokum. Aðkoman gefur fyrirheit það sem koma skal, skínandi dæmi iðnaðar fagurfræði, þann tískustraum sem aðeins gat myndast í kynslóðar fjarlægð frá veruleika viðkomandi iðnaðar. Er það ekki dálítið freistandi? Þetta er verðlaunað safn. Mósaík lítilla plastlimiða í glugganum staðfestir það. Hingað hafa komið gestir og farið sáttir. Umsagnirnar fara með himinskautum. Miðinn er ódýr og leiðsögn innifalið, missi ekki af henni.
segir fólk. Hér inni má snerta og snúa, allt gagnvirkt og þarf ekki að tala að pota í skjá eða setja upp hjálm og leika fyndu hluti í sýndarvinnustofu Gutenbergs. Langar ykkur ekki að komast aðeins inn úr þessu syndaflóði? Taka eins og klukkustundarlangt hlé frá hörmungum veraldarinnar. Gerið það. Starfsfólkið situr við lítið borð í andirinu. Andspænis hvort öðru með símana á lofti. Hvort með sinn kaffibollan í morgunsárinu, þau eru bara 2 eftir, en það dugar. Hann kallar fyrstur á athygli okkar, lappalangur, svartklæddur og fagur og reyndar ekki alveg ómeðvitaður gildrurnar sem svoleiðis manneskjur eiga til að álpast í. Björn. Andlitsdrættir hans eru tálgaðir og samhverfir, augun grá og kvik, nefið hvasst. Í hvíldarstöðu munnsvipurinn alltaf eins og hann sé að bæla niður bros, eins og hann hafi komið til hugar óvegandi brandari. Allt gleður þetta augað. Kjálkinn fínlegur, hakan ávöl, en kinnbeinin almáttugur. Góður súpinn, segir Írena. Og það ekki fyrir þá sem hún ratar inn á ratarinn, hinn manneskjan í herberginu. Athygli okkar leitar fyrst í allar aðrar áttir. Að kaffihorninu, afgreiðsluborðinu, haganlega smíðað úr endurnýttum viðarbútum með gömlu lakki og stimplum, safnbúðinni, fallegir pappirs- og prentgripir, nokkrar listaverkabækur og fatahenginu. Ekkert sérstakt það að segja. Við erum búin að gæjast gættina inn í sýningarsalina, virða fyrir okkur lokuðu dyrnar 2, salerni, prívat, sótthreinsistandinn og kattamatskálina í horninu áður en við tökum almennilega eftir Írenu. Helviti góður, svarar Björn. Blessaður sopinn. Hressandi, segir Írena. Biddu fyrir þér, segir Björn. Á svona degi. Í þessu veðri, segir Írena. Kætir og bætir. Þetta ekkert sumar, segir hann. Vel ég lagt að kalla þetta einu sinni sumar, segir hann. Þau hlusta út í morguninn. Leita inn á milli hvískursins í regninu að daufum bjölluhljómi sem ætti fljótlega að fara að berast. Klukkan að ganga 9:30. Öllum ber saman það. Þau eru reyndar dugnaðar forkar bæði 2, hamhleypur til vinnu. Þau fara létt með að halda safninu gangandi dag frá degi enda njóta þau fulls trausts yfirmannsins. Safnstjórinn upptekinn embættismaður í ráðuneytinu með margt á sinni könnu. Hún sést nær aldrei í húsi en hefur undravert lag á útvegasafninu fjárveitingar. Það fyrirkomulag sem hentar öllum ágætlega. Á morgnana leyfa þau sér samt að fara hægt af stað. Pressa myrkrið úr nóttinni og drakka þar til hratið eitt eftir og dagurinn komin í ljós. Þau spjalla, hvort sem ákveðin umræðuefni liggja fyrir eða ekki. Tungumálið leikfang, sérviskulega smíðuð kúlubraut sem samtalið skoppar eftir niður rennur og trektir og beygjur úr endalausum efnivið, merkingar og menningar sem þau deila. Oftar en ekki endar það í afleggjurum tilvísana, gríns eða stæla og ef brautin stíflast þá það umræðuefni út af fyrir sig. Það eina sem þau tala ekki það sem allir að tala Þetta sem þau vita að mun æða upp af skjánum leið og þau snúa sér að símanum. Kannski finna þau sér knúin til að sneiða hjá því, halda ósjálfrátt að sér höndum þegar glóandi kolamólin látin ganga. Eða kannski finnst þeim bara að allt hafi verið sagt, finna engan nýjan flut á þessu umræðuefni sem fyllir allar kaffistofur, alla munna og öll eyru heimsins. Hlýtur það ekki bráðum að fara að verða afgreitt. Vélarnar ganga reyndar enn. Þessu kortaði sig af.
Ekki dag og nótt auðvitað, en þær eru notaðar, spari, fyrir einstaka grafíkverk og veggspjöld, jafnvel handverksbækur í örlitlu upplægi. Meira að segja 300 ára gamla dagblaðapressan í góðu standi, þökks í Birni. Safnið, segir hann gestum, lifandi minnisvarði, ekki bara prentsögu borgarinnar, heldur hálft árþúsund, 500 afdrifaríkustu ár mannkynssögunnar, frá augnablikinu þegar öllu var hrint af stað sem ekki verður aftur tekið. Minnisvarði, hann lætur orðið lifa í andartak, eitthvað sem búið. Af því að sá tími liðinn að við þurfum á pappír og prentsvertu að halda til að fanga hugmyndir, varðveita þær fyrir utan höfuðið á okkur og koma í dreifingu. Við getum loks litið öxl, segir hann, og horft yfir öld bókarinnar í heild sinni. Prenttæknin smækkaði heiminn leið og hún blés hann upp, skapaði fréttir, skapaði vísindi, breytti gangi stríða og trúarbragða og meðan geisaði farsótt eftir farsótt, dauðinn hjakk á húninum og meðan Gutenberg blandaði blek, setjarar með ónýtt bak sátu sveittir við að jafna spássíur, þangað til einhver fann upp fjöður sem gæti þreytt með sama þrýstingi en minna átaki á mannslíkamann. Og seinna komu aðrir og gerðu fleiri litlar betrumbætur sem við getum virt fyrir okkur þegar við göngum frá einni vél til annarar í einmitt þessum sal. Með hverri viðbót var hægt að prenta, hraðar, nákvæmar, ódýrar, segir Björn ímynduðum gestum. Það einhver nærvera hérna. Írena lítur upp rétt í þann veginn sem ósýnilegur gestahópur smeygir sér fram hjá dyragættinni á leiðinni að eftirgerð Gutenberg-pressunar. Setjari sem aldrei gat fengið sig til að prenta lokapunktinn gengur aftur í vélunum. Takk fyrir mig. Þórdís, næst Sunna Dís Másdóttir og hún ætlar að lesa fyrir okkur upp úr ljóðabókinni Postulín. Gjörðu svo vel, Sunna. Takk fyrir, gaman að vera með ykkur hérna. Ég ætla að fara með ykkur aftur vestur á firði, það líka eitthvað svona þema hjá okkur aðeins í kvöld, kajakar og vestfirðir. Postulín önnur ljóðabókin mín og fjallar svolítið tímann sem ég átti fyrir vestan, fyrir bjó og Flateyri í nokkur ár. Og það nú þannig einhvern veginn með þann stað að þó að líkaminn fari eitthvað annað, þá eins og einhver svona hlut úr sálinni verða aðeins eftir þar. Þannig ég hef ekki alveg sagt skilið við hann ennþá í skrifunum mínum greinilega. Og fjallar svolítið hamfarir, bæði þessar stóru sem að geta markað sálarlíf heillar þjóðar og svo þessar persónulegu sem kannski ekkert talað og enginn veit af. Ég ætla að lesa fyrir ykkur ljóðabálkinn Postulín, titilbálkinn sem svona miðju hlutin í bókinni, þetta svona 3 hlutar. Svo fæ ég kannski aðeins að grípa niður hérna í lokin líka. Postulín. Fjallið ber dauðan í fangi sér. Vafin í hvítt lín með bláa stjörnu í hárinu. Hossar honum blíðlega eins og óværu barni. Þar til eina nóttina hann slítur sig lausan úr vansvefta faðmi, ryður sér leið út í heiminn með frum öskri. Í húsinu undir fjallinu fell ég á 4 fætur eins og konur gera í lélegum bókum, læta eftir mér að öskra. En hann brýst fram, hann þekkir leiðina betur en ég. Í sumar glitraði fjörðurinn eins og sápuþvegið postulín, þetta sem stirnir á í auglýsingunum og einhver slær í þríhorn. Pling! Himinninn yfir fjallsegginni blárri
en konunglegu dönsku blómin. Nú vetur. Þegar dauðinn kemur, mylur hann postulínstellið undir sér, sleikir diskana, bryður þá græðgislega og kastar upp yfir mjallhvítan dúkinn. Dauðinn má allt, hefur aldrei verið sagt að haga sér, sitja fallega og hendur undir borð. Dýr éta, menn borða, dauðinn bryður. Mávarnir í flæðarmálinu hissa á uppdekkuðu borðinu, sparistelli í grjótinu. Þeir dreypa á kaffi, narta í matarkeksið sem flóðið ruddi á undan sér, súpa á stóðmjólk úr mölvuðum búrskápum. Dauðinn frekur kall, hann gerir kröfur, kveður sér hljóðs, ryðst gegnum þvöguna, ekkert stöðvar dólgslega framgöngu hans, ekki hlýtt hold, bólgin brjóst, ekki lífið sem hann kominn til að taka, á stærð við bláber núna, segir internetið mér. Hvít þögnin yfir húsþökunum, gagnsæ eins og augnlok, eins og fínasta postulín. Hún fer hjá sér þegar ég fell fram fyrir mig, fjall á 4 fótum. Öskrið sem ég leyfi mér, rautt, heitt, blautt. Gólfflísarnar kuldabláar undir hnjánum, ekki sápuþvegnar. Mér leiðist svo að skúra og í þessu húsi leikur enginn á þríhorn. Pling! Ég hvíli ennið á þeim meðan hann fær sínu framgengt eins og hann vanur. Á öldu borði stendur vatnskanna og þvottafat úr postulíni sem fyrri eigendur skildu eftir. Ég bý á safni og líf mitt ekki mitt. Vil henda því í gólfið, sjá það splundrast. Þegar ég finn á krampakendum, dýrslegum hreyfingum hans inni í mér að hann að koma, dauðinn, rís ég upp. Hendurnar fálm eftir festu, finnana svala undir sleipum fingurgómum, klósett líka úr postulíni, en aldrei skreytt blómum. Ætli fjallinu hafi liðið svona, þegar dauðinn skrapp úr fangi þess, æddi öskrandi yfir byggðina, var það sárt þegar hann smaug frá því. Fann fjallið hann leka niður hlíðarnar, var hann heitur og sleipur og glóandi eins og lífið sjálft og ástin. Þegar hann hafði rutt sér leið, féll hann þá ofan í vatnið í höfninni með lágværu skvampi, sem ekki hægt að gera skil í sviga, sem ekki hægt að gera skil á heilli mannsævi. Skvampi sem fjallið reyndi að yfirgnæfa, gat ekki hugsað sér að heyra og þurfa að muna. Kannski grét fjallið og öskraði, léta eftir sér, en enginn heyrði í því fyrir bylnum, lífunum sem hrukku í sundur, mölvuðust á svipstundu eins og sparistellin og gerfitennurnar og myndarammarnir og húsþökin og rimlarúmin og ekkert varð aftur samt. Þurfti fjallið líka að herða sig upp og athuga með nötrandi hjarta, skjálfandi bergið, slagverk sorgarinnar, hvort allt hefði skilað sér, allur dauðinn, því læknarnir segja að víst sé hann mælanlegur. Já, ég leit í postulínskálina, leitaði blóma og já, það kom allt á stærð við bláber. Svo ætla ég að fara í síðasta hlutan. Fjall ekki fjall. Fyrir en maður veit hvar skaflarnir hlaðast upp, flaka eins og nuddsár á viðkvæmri húð, hvenær þeir leysast upp að vori, veit hvenær fjallið grær. Þetta veit ég. Orðið vonbrigði róf, ekki síður en litbrigði. Olíubrák á haustmorgni, sólarlag yfir logatjörn, svíðandi, sárfagurt eins og vonin. Takk fyrir.
Kæra þakkir, Sunna Dís. Það er komið að síðasta lestri kvöldsins. Það er Ása Marín sem ætlar að lesa fyrir okkur upp úr bókinni Stjörnurnar yfir Eyjafirði. Gjörðu svo vel, Ása Marín. Góða kvöldið. Stjörnurnar yfir Eyjafirði fjallar hana Valeríu og ef einhver las bókina hittum í Hellisgerði sem kom út í fyrra, þá kannist þið kannski við hana Valeríu því að hún var að vinna í brauðtertugerðinni hennar Snjóluðar. Já, annars tekum við hana. Og núna ætlum við að fylgja Valeríu svolítið eftir. Valería, hún aðeins að upplifa það að hún sé að verða eftir í lífinu. Það að segja, hún flosnaði upp úr háskólanámi og veit ekkert hvað hún vill gera með framtíðina. Og hún býr hjá mömmu og pappa. Á meðan að vinkonur hennar eru fluttar að heiman og búnar að mennta sig eða allavega á góðri leið með að klára að mennta sig. Þannig ég ætla að grípa á 2 stöðum niður í bókina. Það gefur náttúrulega svolítið til kynna hvert ástin fer í þessari bók, þar sem hún heitir Stjörnurnar yfir Eyjafirði, en hún hefst nú samt í mínum fallega firði, Hafnarfirði. Og við ætlum að byrja aðeins að grípa þar niður þegar hún er í Hafnarfirði og svo seinna brotið sig í lest, þá erum við komin norður. Það er hætt að rigna og ég ákveð að fara á kaffihús á Norðurbakkanum og fá mér eitthvað að borða. Á meðan að það er alls ekki úlpan sem kólnar, það er súpan sem kólnar, að þá skruna ég í gegnum miðlana og sendi svo skilaboð á stelpunnar. Hita upp fyrir helgina á morgun. Á meðan ég borða hrannast inn afsakanir frá þeim yfir því að komast ekki út annað kvöld. Gallinn við september er að það hleypur eitthvað svona kapp í fólk við að koma sér í rútínu eftir sumarið og að koma sér í form eftir óteljandi ísbíltúra, bjórþamb og grillaða banana með súkkulaði. Lísa ætlar í hotjóka, Alda og Ólöf eru búin að skrá sig í skokkhóp og Fríða segist það einfallega upptekinn. Ég veit nú alveg hvað það þýðir. Eftir að hún og Logi fór í sleik á þjóðhátíðinni þá hefur hún alltaf verið upptekinn. Dæmigerð týpa sem hættir að vera ég og verður við. Ég nota síðustu brauðsneiðina til að sleikja upp restina af súpunni og skálinni, fæ mér svo kaffi og setja inn önnur skilaboð. Hvað þá með föstudaginn? Nú líður lengri tími þar til þær svara, en áður en ég fer út af kaffihúsinu er Ólöf búin að segjast þurfa að þrífa íbúðina. Síðan hvenar tók við þrif frammi við djam. Síminn pípir þegar ég er lögð af stað með frá sjónum og heim. Von vaknar að einhver hinna sé laus, en skilaboðin eru frá mömmu. Hvað langaði að borða í kvöld? Og áður en ég næ að hugsa upp svar, þá fylgja önnur strax á eftir. Blái kjóllinn á rúminu þínu, þarf að þvo hann? Ég ranghvolfi augunum. Aldrei mun ég þurfa að hafa áhyggjur af því að þrífa íbúðinu mín á föstudegi, því ég mun aldrei hafa efni á því að flytja að heiman. Og þrátt fyrir að vinkonur mínar öfundi mig af allri þjónustunni sem hótel mamma og pappi bjóða upp á, þá er ég að kafna. Einu sinni las ég grein sem fjallaði það hvernig fílsungar og þá sérstaklega kvenkynnsungar eiga erfitt með að yfirgefa móður sína og margir ungar eru alla ævi í sömu fílahjörð og móðurinn. Mér líður oft eins og fílsunga og ég hata það, en leið þá þoli ég ekki hvað ég elska það. Því auðvitað elska ég það hvernig mamma hugsar mig líkt og ég sé ennþá unglingur. En það auðvitað ekkert eðlilegt að vera 27 ára gömul og kunna ekki að þvottavél né að sjóða ýsu. Ef að Atli væri ekki sá fáviti sem hann er, þá kynni ég örugglega að taka slátur, ætti íbúð og þekkti munin á verðtryggðu og óverðtryggðu láni. Pirringurinn flæðir mig eins og alltaf þegar hugsanir mínar hvarfla til Atla. Ég veit að ég ætti að vera nær því að fyrirgefunum, það eru jú liðin 4 ár, en ég þoli bara ekki að lífið sé ekki að fara í að blúðalegum höndum hann og mig. Síminn hringir. Hæ mamma, svara ég. Blái kjóllinn á rúminu þínu, byrjar hún líkt og hún hafi ekki sendt mér skilaboð fyrir 1 mínútu og símtalið er eingöngu til að fá strax svar. Nei, hann er ekki óhreinn, gríp ég fram í.
Nú, þá hengi ég hann upp í skáp, segir hún. Hvað ert að gera inn í herbygginu mínu, spyr ég, töluvert önugri en ég ætlaði mér. Herbygginu þínu, þetta er nú húsið mitt, svarar hún snúðug. Andvarp lekur út, en það get ég ekkert sagt. Vinkonur mínar höfðu allar fengið skilaboð það að það væri komið tími til að standa á eigin fótum fljótlega eftir tvítugt. Ég veit ekki hvort það stafar fyrst og fremst af kærleik eða átakafælni að foreldrar mínir hafa aldrei átt þetta samtal við mig. Kannski vita þau að bankareikningurinn minn er jafn tómur og þjóðkirkju landsins morgunmessu á nýjársmorgun. Svo sér hún auglýsingu Bændablaðinu að jólagarðinum vantar samfélagsmiðla stjóra og það fylgir íbúð með starfinu. 2 flugur í einu höggi. Hún er svolítið þreytt að ræra í majónesinu og allt svoleiðis. Þannig að hún sækir og eins og titill gefur til kynna, þá fær hún starfið. Og eitt af því fyrsta sem hún tekur sér fyrir hendur þegar hún er komið norður að fara í göngur og réttir. Og við ætlum að grípa niður þar sem að réttirnar eru búnar og það er svona sameiginleg máltíð, þar sem allir sem tóku þátt eru. Óli fjallkóngur biður hljóð og athygli með því að blístra hátt. Svo segir hann dynjandi röddu. Smölun gekk vel í dag og það voru fínar heimtur af fjalli, hef ég heyrt frá bændum. Seinni göngur verða svo eftir hálfan mánuð, en klöppum nú aftur fyrir kokkunum sem að sáu að elda á meðan við vorum í réttunum. Hann tekur málhvíld á meðan allir klappa og blístra til heiðurs 3 konum sem taka hólinu af hófærð. Og nú eru þau öll vel smurð af söngvatni og við skulum syngja inn nóttina. Þá birtist eldri maður með harmonikku sem að hann þenur upp og byrjar að spila Viltu með mér vaka í nótt. Fólki tekur strax undir og næsta klukkutíman leiðir hann samsöng og einhverjir dansa. Ég sest við eitt borðið og fæ mér enn eitt rauðvínsglasið, en finna vínið gerir mig bara þreyttari en ekki hressari, þannig ég rétt dreipi á því í stað þess að drekka. Allt ætlar koll að keyra þegar harmonikuleikarinn byrjar á Óla skans. Og ég get ekki annað en hlegið þegar ég sé að Eva stýrir önundi af skörungsskap í gegnum hæguskrefin og svo hoppa þau tilbaka í hraðari takti þegar sungið varginn hana Völu, konu hans. Lagið rennur svo beint yfir í lagið 2 skref til vinstri og þá kemur Eva og rífur mig upp af stólnum og hlýðin dansa ég með og syngum það að beygja arma, rétta arma, klappi, klappi, klapp. Eva hverfur inn í fjöldan og við önundur höldum áfram að gera hné og mægi, brjóst og enni, klappi, klappi, klapp. Og þegar ég held að skipulegum danstíma kvöldsins sé lokið, þá sveiflar nikkuleikarinn sér yfir í næsta lag og líkt og smurð vél fara allir úr klappi, klapp yfir í skottís. Önundur stýrir mér af öryggi og hægt og rólega rifjast sporin upp. 1 og 2 og hoppa. Ég skoppa salinn með önundi og velti því fyrir mér hvort þetta sé dæmi gert eftirparti gangna og rétta á Íslandi. Ég kom með hlaupastíg, segi ég hlæjandi þegar skottísinn er búinn. Setjumst, segir önundur og leiðir mig aftur á borðinu. Við erum bæði móð og það tekur okkur smástund að fara að anda eðlilega aftur. Önundur er rauður í kinnum og hárið er sveitt. Það er svo heitt hérna inni, segi ég og fer úr lopapeysunni. Komdu, segir önundur og ég elti hann út. Hann teymir mig aftur fyrir skemmuna og tónlistin berst út í gegnum vegginn. Eigum við að kela í hlöðunni, spyr ég í fíflagangi þegar við komum út undir bert loft. Tja, ef það væri nú hlaða hérna, segir hann og glottir. Og til þess að vita hvað gerast meira á milli þeirra, þá er bókin á tilboði. Takk fyrir mig. Svona að gera þetta, Ása. Bækurnar eru allar á tilboði og við erum búin í kvöld, en þið með endilega staldra við og fá áritanir hjá þessum glæsilega hópi hérna. Við verðum svo bara aftur hérna eftir viku, eða sem sagt, því ég segi við, þá meina ég ekki sömu höfundar, ég og þið, og við sjáumst þá. Takk, takk.